Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Það fjölbreyttur þáttur af vanda framundan og við förum vestur á Snæfellsnes og hittum hjón úr Keflavík sem að reka þar veitingastaði á Hellnum og Arnarstapa. Fróðlegt og skemmtilegt innslag. En það ekki síður skemmtilegt að fara út í nýtt sameinað sveitafélag Garðs og Sandgerðis. Við höfum eftir að finna nafn á það, en við hittum bæjarstjórann Magnús Stefánsson og ræðum við hann ýmis mál. Og við skoðum líka málefni Reykjaneshafnar sem var meira í umræðinu fyrir nokkrum árum síðan vegna bágrar fjárhagsstöðu. Við ætlum að skoða möguleikana sem að hafnirnar í Reykjanesbæ hafa. Þeir eru margir. Reykjaneshöfn var að ganga til samstarfs Cruise Iceland. Hvað getur sagt mér frá því verkefni? Það nú þannig að koma skemmtiferðaskipa til landsins hefur aukist á undanförnum árum. Bæði hafa þau stækkað og minnkað. Allavega hefur fjölbreytileikinn aukist. Það hefur ekki borið mikið á þeim hérna hjá okkur. En í vinnu sem að stjórn hafnarinnar ásamt starfsmönnum fór í síðastliðið sumar. Þar sem að við fórum yfir allar hafnaraðstöður okkar sem eru 5 til að meta þær þarfir og þeim þjónustulhlutverk sem þau geta gegnt. Þá kom upp svo hugmynd við horfum hérna yfir Keflavíkurhöfn að hér værum við með tilvalið athvarf fyrir slík skip í smærri kantinum ef við vildum sækja í þau. Staðsetningin, fyrst alveg höfnin bara falleg og staðsetningin gagnvart bænum mjög góð. Og við sáum það kannski í sumar þegar við fengum eitt skemmtiferðaskip hér sem átti leið hjá, einmitt í þessum stærðarflokki sem við höfum horft til, sem eru alltaf 300 farþegaskip. Að það bara smatt passaði inn í þessa umhverð og bara gerði góðan hlut betri með því að liggja hér við viðlaugakant. Þetta nálæðinu Keflavíkurflugvöll sem að ræður líka miklu? Já, við sjáum það allavega að þeir sem hafa verið að bjóða fram hafnaraðstöðu sína fyrir slík skip hafa meðal annars bent á það að það sé stutt á alþjóðaflugvöllinn í Keflavík. Hvort sem það eru hálftími, klukkutími eða yfir lengur þá telst það stutt. Við erum 5 mínútur. Þannig að við hljótum að vera einstaklega vel settir með tengingu slíkra skipa. Ef þau eru til dæmis að losa sig við farþega og fá nýja, að þá eiginlega hvergi betra að vera heldur en hér. Þegar ég var að auglýsa þennan þátt okkar þá kom upp orðið flughöfn. Því að Reykjaneshöfn, hún mjög mikilvæg fyrir Keflavíkurflugvöll. Þá ég meðal annars að tala alla eldsneytisflutninga fyrir flugvélar. Já, það Helguvíkurhöfn eina höfnin á landinu sem tekur inn flugvélaeldsneyti. Allt flugvélaeldsneyti sem kemur til landsins fer þar á land og þá flýgur ein yfir. En þetta náttúrulega mjög einstakt að búa við það að vera með hafnaraðstöðu sem getur tekið djúprist skip, því Helguvíkurhöfn eina dýpstu höfnum landsins, og svo vera með flughöfn þar við hliðina. Þetta ætti í raun og veru stað fyrir að kalla þetta Keflavíkurflugvöll og Reykjaneshöfn, þá ætti þetta bara að heita á ensku The Ports of Reykjanes. Því bæði þetta port eða gáttir. Hversu tíðar komur til dæmis olíubirgðaskipa sem að koma hérna í tengslu við flugvöllina? Erum við að fá 1 skip í mánuði? Það 1 skip í mánuði að lágmarki. Þeir hafa reynt að stækka þau, frekar heldur en fjölga þau. Það ekki óeðlilegt að halda niður einingakostnaði. En höfnin hefur ákveðna takmörkun varðandi stærð. Hún var uppalega byggð fyrir 170 metra skip eða þau skip sem að kölluðust Panama-skipin. Og voru í tengslum þá við herinn upp á velli. En menn hafa verið að sækja það að fara með þau í stærri skip og komið beiðni í alltaf 230 metra skip. En við létum gera úttekt á hafnarmannvirkjunum fyrir rúmi ári síðan til þess einmitt að geta metið hvað við getum gert
og staðreyndin sú að við getum að hámarki tekið 220 metra skipin sem eru þá að flytja kannski 60.000 tonn af eldsneyti og það þá bara við bestu aðstöður. Og við höfum einu sinni tekið 219 metra skipin sem það stærsta sem hefur komið og var það á besta tíma ársins, en mjög magnað að sjá það í höfninni. Það hefur kannski orðið svolítið mikið breyting hérna á síðustu árum með þessi hafnarmannvirki í Reykjanesbæ. Þetta er ekki mikil fiskiskipahöfn hérna í Keflavík allavega, en svo hérna sjáum við nú bara á bakvöku núna, það er verið að landa makríl. Það lifnar svolítið yfir höfninni hérna yfir sumartíman og sem bara virðist vera hálfgerð einsdæmi á Íslandi að makríllinn bara, hann er hérna í höfninni. Já, við höfum verið einstaklega heppin varðandi makrílinn, hvað þetta varðar. Makríllinn byrjaði nú ekki að sýna sig neitt að ráði fyrir en upp úr 2012, þá fór svona að bera á honum minni mig. 2016 var algjör sprengja, þá lönduðu menn hér 8.000 tonnum af makríl, 6.000 tonnum á handfærabátum. Það er ívið minna í fyrra og mun minna í ár. Við erum til dæmis á þessum tímapunkti núna með 1.000 tonnum minna í ár heldur vorum við fyrra og hann virðist vera mun tregari að gefa sig. En það er rétt hjá þér, þetta er ekki mikil fiskiskipahöfn. Við höfum verið að landa svona í kringum 4.000 til 5.000 tonnum af botnfiski á ári. Það hefur eiginlega verið nokkuð stöðugt allt frá 2000. Við erum reyndar með uppsjávarverksmiðjunni í Helguvík, en það er mikil sveifla. Það er náttúrulega 3 vertíðir, það er loðnan, það er makríllinn og það er síldin. Og við höfum svona verið í endan á þessum vertíðum og þetta hefur kannski verið vika, hálfu mánuð sem menn hafa verið að vinna þarna í tengslum við þær. Sveiflan er það mikil að sko, hún fer allt frá því að vera 31.000 tonn eitt árið niður í að vera 4.000 tonn hitt árið. Þannig að það er kannski ekki mikið hægt að stóla það. Þess vegna fórum við í þessa úttekt á síðasta árið þar sem við tókum allar hafnaraðstöðnar og reyndum að leggja mat á það hvaða þjónustuhlutverki þeirra yrði í framtíðinni. Niðurstaða okkar var sú að Keflavíkurhöfn gæti uppfyllt einstaklega vel sem ferðamanna og farþegaskipahöfn í þessum smærri skipum. Við sáum fyrir okkur að sjávarútvegurinn og sú þjónusta færi öll inn í Njarðvík. Gróin, smábátaútgerð á þessu svæði hefur snarminnkað frá því hún var tekin nokkun upp úr 1990. Þá voru gert ráð fyrir 84 leguplássum í höfninni en það er mun minni nýting á henni í dag. Þar sjáum við kannski að gæti orðið sambland af smærri fiskibátum og kannski ferðaþjónustu og það hefur reynda verið núna í síðustu 2 ár aðili að þróa ferðaþjónustu á því svæði og hefur bara gefið nokkuð vel. Við höfum gjarnan viljað sjá fleiri koma þar að og við erum annars með í hugmyndir það að fara í skipulag á svæðinu þannig að í framtíðinni sjáum við kannski svona ferðaþjónustu tengda starfsemi myndast þarna. Annars vegar þjónusta sem snýra að sjónum, hins vegar jafnvel handverk, jafnvel veitingastæðir eða eitthvað slíkt eins og maður sér til dæmis orðið víða, bæði á gömlu höfninni í Reykjavík, við sjáum þetta Húsavík, Akureyri, þannig að þetta er eitthvað sem við getum séð fyrir okkur. Nú við viljum svo byggja upp í Helguvík, það er náttúrulega draumurinn að geta byggt upp stóra fraktskipahöfn. Því að eins og ég sagði á hann að þá eru eiginlega staðnaðir í löndum sjávarafla frá því 2000 en ef við ætlum að sækja fram á við tekjuaukningu þá er kannski fraktinn einna helsti staða til að skapa það fyrir utan náttúrulega þá sem kæmi í tengslum við farþegaskipin. Þannig við erum svona að auka eigin og reyna að vera svolítið skipulegir upp á framtíðina. Við erum reglulega að taka eftir hérna í höfninni varðskipum. Þau hafa svolítið verið að auka komur sínar til Keflavíkurhafnar og fyrir Helguvík líka. Sérðu framtíð í veru varðskipa hérna? Varðskip hafa komið hérna til hafnar hjá okkur og við erum yfirleitt alltaf bara mjög montnir af því að sjá þessi varðskip hér við viðlegukant og nýta sér þá aðstöðu sem þar er fyrir þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda.
Þetta nú svolítið viðkvæmt mál með varðskipin og hvar þau eiga að vera. Þau náttúrulega í Faxaflóa eða Reykjavíkurhöfn í dag. Men margir hafa viljað, þar sem að starfsemi Landhelgisgæslunnar á mestu leyti upp á velli, að þá sé ekki óeðlilegt að hafnaraðstaða þeirra væri þá nálægt þessari aðstöðu. Og við erum fullir vilja að kanna alla möguleika í tengslu við það. Því að við teljum að það sé bara samfélagslega nauðsynlegt, plús það að það er ákveðin tenging við svona skip hér á þessu svæði, þannig að við myndum fegin vilja taka við þau ef þau áhuga því. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Misjað hvað fólk gerir til þess að láta draumana rætast, en Helga og Óli létu gamlan draum rætast að opna kaffihús sem þau ætluðu að gera í Keflavík, en þau enduðu á Snæfellsnesi. Hinn gríðarlega aukning í ferðaþjónustunni á Íslandi undanfarin ár hefur opnað dyr fyrir marga. Ferðamennirnir sem koma til Íslands þurfa þjónustu, hvort sem það bílaleigubíll eða borgari á næsta veitingastað. Hjón úr Keflavík, þau Helga Magnea Birgisdóttir og Ólafur Sólmundsson, voru ekki á leiðina að opna veitingastað, en allt í einu kom tækifærið og það á einum fallegasta stað á landinu. Það byrjaði þannig að mér langaði svo rosalega að opna kaffihús í Keflavík, en einhvern veginn gerði ég það ekki, þorði ekki að stíga skrefið. Síðan það þannig að vinkona mín, sem á aðra vinkonu, vissi af þessu og ég bara einhvern veginn fór að skoða þig og hreist af og dró hann með mér í þessu vitleysu. Stukkum á þetta bara. Já. 2014. Og hvernig var fyrsta árið? Það var svolítið öðruvísi. Þá var Óli að vinna ennþá í blikksmiðjunni í Keflavík og kom bara helgar og svilkona mín var með mér, tók þetta verkefni með mér. Og fyrsta árið þá vorum við bara með hluta af kaffihúsinu og Vilborg, svilkona mín, var með mér á virkudögum og reyndar allan tíman og Óli kom svo helgar. Þetta var eiginlega svolítið svoleiðis. Ég var með súpur og smurbrauð, kökur. Ég byrjaði seinna með bollurnar og plokkfiskinn. Þetta byrjaði svona smátt. Alvöru brauð? Þetta sko alvöru brauð og þetta með súpunni. Okay. Við erum með 3 gerðir af súpum. Það fiskisúpa, kjötsúpa og sveppasúpa. Þannig að það svona smá val. Og svo erum við með kjötbollur og plokkfisk með svona aðal sem við erum með. Svo fyllum við upp með svona pasta og alls konar blóti. Hvað vinsælast? Það svo misjafnt. Það svona eftir, sumir dagar eru bara súpudagar og aðrir eru bolludagar og aðrir dagar eru plokkfiskdagar. Það bara svona alls konar. Ég veit aldrei fyrirfram hvað verður. Það var brjálað að gera sko, ef það komu 20-25 mann sko, þá var brjálað að gera hérna. En núna þó það komi 120 þá bara það... Rettum við því bara sko, en hitt var bara, maður fekk bara líka í magan sko. En svo hélt ævintýrið áfram og segja eitthvað meira frá því. Árið seinna þá, ég var með opið bara við vorum opið við sumari, lokaði svo í september, fór á Ljósanet, kom svo aftur og þá var enginn á ferðinni í september. Og við fórum, þá lokuðum við, komum svo aftur árið seinna og opnið, þá var búið að stækka þetta, vorum við búin að stækka þetta. Og þá var ég reynda búin að kaupa líka annað hús sem við gátum búið í og gat bætt við fólki líka. Þannig að þetta var mjög hratt sem þetta einhvern veginn óx og varð meira. Er þetta mest útlendinga sem að koma hérna á Primus kaffi? Já, þetta svona 90% útlendingar sko og svo fólki bara hérna í kring. Já. Mikið til eldra fólki úr Ólafsvík og Hellisandi og það sem að koma hérna líka. Koma svona sundastrúnt, komið kaffi, æðislega gaman að fá þau. Þið eru hérna núna þegar ferðaþjónustan að vaxa mjög mikið og þið byrjið 2014 og þið eru búin að stækka 2015 og svo 2016, það var mjög stórt árið hjá okkur. Það var eiginlega svolítið sprengja þá, ég held að það var hjá öllum. Ég held líka sko, það var ofsalega gaman, við hreinlega hlupum allt sumarið því það var svo mikið af fólki. Og ég held bara að allir hafa svolítið lent í því. Og ég held líka að það var ofsalega gaman og mikil áskorun.
En ég held samt sko að þetta hafi verið svolítið mikið fyrir okkur Íslendinga að fá þetta svona hratt. Við vorum pínlítið í sjokki og það er komið meiri svona jöfnur á þetta núna, held ég. Og svona við höndlum þetta betur í dag, heldur en það var 2016. Er minni trafík? Við vorum náttúrulega, sko, við vorum bara 3 hérna fyrstu 2 árin, sko. Svo árið 2016 þá vorum við 15, sko. Þannig að... Það er svolítið mikið stökk? Já, það er svolítið mikið. Það veitti ekkert af því, sko. Voru þá bara rúturnar að koma hérna í röðum? Já, þar voru, sko, þá voru hóparnir svolítið mikið og þeir voru svo stórir. Þannig að svo kom allt á sama tíma, þannig að, þú veist, hérna á Primus Café er svona hádegistrafík svolítið mikil og hóparnir að koma, þannig við ráðum alltaf að voða vel við þetta og það er aldrei neitt mál, sko. Fólki ánægt sem er að koma? Já, allavega lítur það allavega út þegar það fer. Hann er mjög glaður og sattir. Við erum hrikalega ánægt, það er bara þannig. Já. Það er bara að verða þannig, annars sem mér að mæta. Nei, þetta er bara allt í fína, sko. En hvað er það við þetta svæði, Snæfellsnesið og hérna Hellnar og Arnarstapa? Hvað er, af hverju sækir ferðmaðurinn svona mikið hingað? Krafturinn, alveg tvímælalaust og fólk náttúran hraunið. Það er rosalega hrifið af allu þessu hrauni og líka af víðáttunni. Náttúrunni, hafa jökulinn bak hérna fyrir aftan og sjóin hérna fyrir framann, fjallagarðin hérna, fuglalífið, gönguleiðina. Sér líka gönguleiðin bara á milli Hellnar og Arnarstapa, mjög falleg. Og svo bara ströndin, klettaströndin öll þarna, gatakletturinn og höfnin, mjög fallegt hafnastæði. En er eitthvað að gera þetta við veturinn? Það er allt öðruvísi, það styttir opnunartími hjá okkur við veturinn og hóparnir eru öðruvísi og það er náttúrulega minna heldur en yfir sumarið. Þannig er ekki með eins mikið af fólki en það gengur alltaf rosalega vel, sko. Það er bara, hefur verið opið allt árið hjá okkur. Óli, þú fórst síðan bara í fulla vinnu í Helgu, ekki? Jú, maður gerði það, sko. Maður hætti bara hana í blikksmiðjunni og kom hingað og sé ekkert eftir því, sko. Maður er búinn að læra helling, sko. Maður getur alveg verið einn heima, sko, núna og bjarga sér. Þegar þú þurftir aðra stóla á Helgu? Já, eða stóla, já. Eða mömmu en eitthvað, sko. Hann er að standa sig vel, hann kemur óvart, kemur mjög óvart, það er bara þannig. Ég er góð kennari. En hvað er það sem að útlendingarnir nefna þeir eitthvað eitt svona þegar þeir eru að fara hérna eða er það bara allt saman? Það er náttúran, þeir eru rosalega heilluð af náttúrunni og sumir elska vindinn og rokið en aðrir ekki. Og mér finnst það að standa upp úr, það er þetta land sem við eigum sem við kannski kunnum ekki alveg nógu vel að meta nema þegar okkur er bent á þetta. En það er svolítið mikið mál að fara úr því að vera hérna eina smyrja með vinkonuðinni og honni fólk og með kannski smá súpu í að vera með fjöldamanns í vinnu, 16 manns og rúmlega það. Já, það er svolítið mikið breyting. Það er bara svo leys og þetta var líka svo hratt, stórt svo mikið á stundum tíma. En það er við ráðum alveg við það. Það var svo klikkaður, það er bara þannig. Helga og Óli leigja húsnæði Primus Café og eftir mikla aukningu í rekstrinum ákváðu þau að taka annað skref og það var að opna annan veitingastað skammt frá Hellnum eða á Arnarstapa. Það var eiginlega út af því að ég var náttúrulega með samning við þetta hús hérna við annan mann og það voru ákveði í gangi og ég vissi ekki alveg hvað yrði og eitthvað svona en hérna þannig að það var bara til að tryggja okkur svolítið. En svo bara er ég hérna báðum stöðum og það gengur bara vel. Og þið eru með eitthvað aðeins öðru sér rekstur þar? Já, það er eiginlega meiri svona bara hamborgarar og fiskistaður, grillstaður bara. Fisk og franskar sem við notum alveg eða lefni, fisk eða þorsknakka, ógeðslega flottur og við leggjum svolítið metnað í góða stemmingu þar. Og sjáu þið ykkur hérna í ellinni? Já, ég get alveg séð mig svona allavega næstu 10 árin. Ég sé mig alveg hérna eitthvað áfram en ég enda alltaf í mínum heimbæ í Reykjanesbæ, það er bara svoleiðis. En ég finnst þetta skemmtilegt ennþá og ég ætla að vera hérna áfram. En ég elska Keflavík og Reykjanesbæ og ég ætla að vera gömul þar. Gætirðu að hugsa að opna stað einhvers staðar og sinna ferðamönnum á Suðurnesjum? Já, kannski alveg eins. Ég er alveg opið fyrir öllum tækifærum, það er alveg á hreinu. Óli? Já, ég meina... Hvað er það? Já, allir það ekki, jú. Maður verður að bjarginni. Það er Helga, Stapinn, þetta er nú svolítið Suðurnesjanafn. Já, alveg Suðurnesjanafn. Maður djammaði í Stapanum
maður heldur að djama á stapanum. Það bara svoleiðis. Í alvöru þetta nafn? Stapinn, það náttúrulega fyrsta lagi stapinn heima og svo það náttúrulega Stapafellið og svo það Vatnsnesströndin, stapinn okkar á ströndinni, mamma náttúrulega frá Vatnsnesströndinni. Þannig að það eiginlega allt þetta Og svo Arnarstapi? Já, svo náttúrulega Arnarstapi, það bara þannig. Þannig að þetta bara, einhvern veginn varð bara að heita stapinn, fannst mér. Til hamingju með að vera komin til starfa hjá nýju sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis. Hvernig að leggjast í þig þetta starf? Nú, takk fyrir það. Jú, það bara leggst vel í mig. Þetta er heilmikið verkefni að sameina 2 sveitarfélög og það ferli bara á fullu og heilmikið verkefni sem fylgja því. En þetta leggst vel í mig. Og þú þekkir náttúrulega þetta ferli. Þú varst áður bæjarstjóri í sveitarfélaginu Garði, þannig að þú komst nú að þessu. Já, við náttúrulega vorum að vinna þessu verkefni í 2 ár rúm og fórum í gegnum ýmislegt, alls konar pælingar og annað. Þannig að auðvitað þekki ég það allt saman. Og svona þær hugmyndir sem uppi hafa verið í tengslu við þetta allt saman. Þannig að jú, það er bara gott fyrir mig allavega. Hvað tekur núna við hjá þessu sameinaða sveitarfélagi? Hver eru fyrstu skrefin núna á þessu kjörtímabili sem er nýlega hafið? Það er náttúrulega númer 1 núna á þessum tíma að klára svona ýmis verkefni sem lúta því að sameina þessi sveitarfélög 2. Ég meina, það er ótal atriði, bæði stór og smá. Það tengist fjárhagsbókhaldinu, launakerfum og öllu slíku og síðan bara svona mjög margt í kerfinu sem þarf að koma heim og saman. Þannig að þetta er töluvert mikið verkefni og held ég mun meiri verkefni heldur en menn svona að fólk almennt gerir sér grein fyrir. Verða íbúarnir svona mikið varið við einhverjar breytingar? Öll þjónusta sveitarfélagana sem hefur verið hjá þessum 2, hún auðvitað heldur bara áfram og grunnskólarnir, leikskólarnir og annað slíkt. Það verður bara með sama horf og verið hefur. Síðan auðvitað þegar frá líður, þegar stjórnkerfið er farið að virka vel í einu sveitarfélagi, að þá svona kannski eða vonandi batnar þjónustu í ýmsu leyti og þannig að það er auðvitað eitt af markmiðunum með þessu. Nú eru 2 bæjarskrifstofur má segja í sveitarfélaginu. Þið hafið þurft að skipta svona verkefnu niður á þessar 2 skrifstofur. Hvernig verður þetta kerfi ykkar? Það var tekin ákvörðun það að stjórnsýslan og umhverfis- og byggingasvið, skipulagssvið verði hér í Garðinum. Fjölskyldusviðið, það sem lítur að félagsþjónustu, skólamálum og bara svona fjölskyldumálum og tómstundamálum og öðru slíku, það hefur aðsetur og vinnuaðstöðu í Sandgerði. Nú, bæjarstjóri þarf auðvitað að vera báðum megin, þó að aðalskrifstofan stjórnsýsluna sé hérna í Garðinum, að þá auðvitað eru fjölmörg verkefni líka sem starfsfólki sem er Sandgerðismegin er að vinna að og þannig að bæjarstjóri þarf að vera þar líka. Þannig að þetta er svona tölur breyting frá þessu var áður. En þetta bara mótast og ég hef enga trú að þetta verður allt í góðu þegar þetta fer að liðkast og svona skipulega fer að virka. Hvað með til dæmis eins og samgöngumál á milli þessara bæjarkjarna, hvernig verða þau? Já, það voru auðvitað umræður í aðdraganda sameiningarinnar að efla almenni samgöngur á milli þessara byggðakjarna beggja og það svo sem liggur ekki fyrir endalega ákvarðanir það en það voru uppi hugmyndir það og tíminn verður bara aðeins að leiða í ljós hvernig það verður. En ég held að sé allir saman að það þurfi einhvern veginn að auka samgöngur hérna á milli. Það eru íþróttaæfingar og fleira þannig að og þetta bara fyrir fólk að sækja þjónustu til dæmis hjá sveitarfélaginu. Þannig að þetta eru mál sem voru rædd og ég gerir ráð fyrir að menn munu taka upp þráðinn í því og svona vera frálíður eitthvað. Eru ykkur hugmyndir það svona að reyna að láta þessa 2 bæjarkjarna svona tengjast meira? Já, menn hafa einmitt eitt af því sem menn að tala þetta og það eru auðvitað eitt af verkefnunum í vinnslu aðalskipulags að svona móta það hvernig menn sjá það fyrir sér
Þannig að þetta verkefni mjög mikilvægt og stórt og fer af stað núna bara á næstunni. Svo má segja að það þriðji svona póllinn í nýju sveitarfélagi, það flugstöðarsvæðið. Já, það má segja að það sé þriðja hverfið í sveitarfélaginu. Þannig að það auðvitað mikið í gangi þar, við þekkjum það og það flugstöðun í sveitarfélaginu og allar byggingar í kringum hana. Þannig að það auðvitað mikilvægt svæði líka fyrir sem tengir sveitarfélaginu. Við sameiningu Garðs og Sandgerðis þá verður til annað stærsta sveitarfélagið á Suðurnesjum. Þetta stærra sveitarfélag heldur en Grindavík í mannfjölda allavega. Það svona svipað held ég, já. Jú. Hvernig ætlið þið til þess núna að beita ykkur í samstarfsmálum sveitarfélagana? Nú eru þessi 2 atkvæði allt í norðin 1 atkvæði. Já, sko það auðvitað eins og gengum í svona samstarfsverkefnum sveitarfélaga að menn vinna bara sameiginlega því og það ekki endilega alltaf sem skiptir máli hversu marga fulltrúa eitt sveitarfélag hefur eða hvernig sem það Það hefur gengið bara ágætlega og mjög vel á mörgu leyti að vinna sameiginlega verkefni hérna á svæðinu. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því þó að þessi breyting verði. Þannig að en svona á öðru leyti að því að við erum komið með eitt sveitarfélag með svona fleiri íbúa og svona meiri slagkraft að þá vænti ég þess að okkur takist að hafa svona aðeins meiri þunga í okkar erindum til dæmis gagnvart ríkinu á ýmsum sviðum. Þannig að það bara eftir að láta á það reyna, við munum beita okkur í því, það sem það á við. Þetta kannski mál sem vegur ekki stórt en þetta verður stórmál, það var nafnakosning eða val á nafni á sveitarfélagið. Já. Þetta fór einhvern veginn algjörlega út þúr, en hver eru núna næstu skrefið því máli? Sko, bæjarstjórnin nýja, hún tók ákvörðun það að taka málið upp, vinna upp á nýtt og það var auðvitað alltaf þannig að ný bæjarstjórn, það hennar hlutverk að taka ákvörðun þetta. Í sumar þá samþykkti bæjarstjórnin að vísa þessu máli til vinnslu í bæjarráði og bæjarráð hefur fjallað þetta og er svona að leita leiða hvernig best að klára málið því að það er auðvitað mjög aðkallandi að fá botn í þetta. Það er þetta að nefna fjölmörg dæmi í því sambandi. En hugmyndirnar eru að íbúarnir kjósi aftur á milli tillagna á nöfnum og við höfum mikinn hug á því að ljúka þessu máli núna bara sem fyrst í haust sko. Og þetta hafði farsarlega endi? Já, vonandi gera það en við vitum auðvitað að í eðli sínu þetta mál þannig að það eru skiptar skoðanir. Fólk hefur mismunandi tilfinningar og mismunandi sýn á hvað sveitarfélag á að heita. Það eru bara, ég held að mig finna dæmi það í öllum tilfellum í sögunni, svona síðustu áratugina þegar það verið saman að sveitarfélag. Það eru skiptar skoðanir hvað barnið á að heita. Umleiðu þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðlaða Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað, skemmtilegt og fróðlegt sem er dreift hér í öll hús á Suðurnesjum og í fyrirtæki. Við erum á vefnum með fréttaþjónustu á vefnum okkar vaff.is alla daga vikunar og sömuleiðis fyrir kylfingana, golffréttir á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti getið séð á vefsíðunni okkar vaff.is en einnig á hringbraut.is. Við þiggjum ábendingar skemmtilegt efni í miðlaða Víkurfrétta svo endilega hafið samband. En við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að viku liðinni, verið sæl.